Komið sæl, það skemmtileg helgi að baki þar sem að Íslandsmót skákfélaga fór fram og ég ætla svona eins og tími gefst kannski að kíkja nokkur á svona snakkaralega skákir. Það er endur annar móti næstu helgi þannig að kannski eitthvað sem áttur að skerast í tíman en ég tók svona eftir nokkur skemmtilegum skákum sem væri gaman að skoða. Strax á föstudeginum tók ég eftir snakkarlegri skák hjá Alexander Donchenko sem að hvað skal ég segja, rússneskur þjóðveri. Hann teflir fyrir Þýskaland og teflir á fyrsta borði hérna fyrir SSON, Skákfélag Selfoss og nágrennis, og mætir hérna Jóni Hálfdánarsyni og Jón hefur hvítt og það var D4 hjá Jóni, riddari fyrir 6, seri 4, 1-6, hvítur leikur F3 og svartur leik C5 sem gefur til kynna að hann vilji tefla hérna Benoni vörn með hvítur skyttileika hérna D5, hann fái Benoni en Jón velur hérna að drepa á C5 sem er nú ekki með algengistu leikunum og ekki talin eitt sérstætt af því að við drepum hérna á C5 og hleypum biskupnum út í einu leik. Þannig við sjáum hérna eftir 4 leiki þá er svartur búinn að koma 2 mannum út og er tilbúinn að hróka. Hvítur aðeins kom 1 mann út. Þannig að mörgu leyti það er byrjunin nánast misernast að hvítum. Allavega hann fær ekki mikla möguleika á að grípa frumkvæðið eftir D-drepi C5. Riddari kemur út, riddari C3, svartur stuttrókar og annar svona rólegur leikur E3 ég hvítu verður sem það koma leiðin út þannig að þótt hann blokki hérna biskup inni, það er ekkert svakalega hræðilegt ef hann fara að leika rólegur leikjum eins og biskup B2, stuttróka og leika B3 og biskup B2 og hvítur alveg með trausta stöðu. Svartur ákveður að leika hérna D5. Það tekur á þessu stakt peð en við meina það að þessi tíminn sem hann hefur fengið D-drepi C5 að hann geti tekið á þessu stakka peð og fær svona aktífa menn. Jón drepur á D5 en svartur fær stakt peð og yfirleitt þegar það gerist þá er þetta bara það hvort að peðið verði veikt eða hvort að menninni verði nægilega virkir í kringum peðið. Við sjáum hérna kom mennir út, riddari C6, stuttrókun, hrókur 1-8, A3 og hérna bakkar Donchenko og biskupnum D6. Hefði getað leikið biskup F5, það skiptir enga máli, það kemur eins út því að hvítur leik hvort það er Bjarni 4. Það virðist vera eina svona lógíska leiðin að setja hérna biskup á B2 á skálínuna. Biskupin kom hann F5 og sjáum að svartur er komin með allar sína menn út og eftir biskup B2 og leikar hrókur C8. Nú væri lógíst á hvítum að reyna að blokkera þetta peð og til að gera það leikur hvítur með riddari B5. Eikurinn hafa valdi á D4 einum og yfirleitt þegar menn tefla móti stakkapeðinu þá fínt að skipta hans upp á mönnum. Það bæði eikur veikleikan á peðinu og minnkar sóknar möguleika anstæðisins. Þannig að svartur vill halda mönnum, biskupinn tilbaka. Og hérna kemur ákvörðun sem er líklegast mjög ásum. Leikurinn sem hrókur C1 eða riddari D4 sem dæmi ættu að halda skákinu svona nokkurnu í jafnvægi. Vissulega svartur með svona nokkuð hættu laupbyggingu, getur líka A6 eða vil rekna í burtu, dróknin D6 og reynt svona aðeins að sækja hérna á kongsvænginn og líklega það hvítur að passa sig. En þetta er mikil greiki hérna að drepa A6. Hann drepur riddarann og drepur svo peð á D5. Nú verður allir menn svartsvirkir, við sáum hérna komið með hrókan á miðborðið, báðir komnir á hérna opna og halvopna miðborðslínu, biskupin lúrir hérna, drottningin getur hjálpað í sókninni, getur komið að G6 og H6 eftir þörfum H4 og biskupin er einileg frá því að hjálpa til og ekki langt í riddarann. Þannig að það er kannski ekki koma óvart að skákin var ekkert mikið lengri, hérna biskupin á 4 og það er erfitt að leika fyrir hvítan. Það leikinn hrókur að D, kannski erfitt að stinga upp á góðum leikjum en þetta verið sleiða bara þráðbeint til vinnings og svörtum að drepa á F3. Og við sjáum vandamenn núna ef við drefum með biskup sem að Jón gerði ekki þá kemur bara einfallega drókning E5, hótar máti, hótar biskupin hérna bakvið og hótar riddaranum, bara tvöfald hótun og því er ekkert að gera
þannig að riddarinn bara tapast heill maður í hafið og það þýðir einfaldlega að tapa múti svona sterkum 2-6 stórmeistara, þannig meira sem er 2-6 og 60. Þannig að þetta dreifum með peði og eftir næsta leik þá gafst Jón upp. Ég satt best að segja átti vonum því að Donchenko ætlaði að drepa hennar H2 þar sem að Kongodrupur H2 virðist leiða til vinnings á svart, skákar hennar tvisvar og kemur sem það hrókur E6, ætlar að fara hérna að H6 og fá hérna sláttuvelamát eins og ég kalla lawnmower mate. Ég sé það á ensku rásinu minni hérna lawnmower mate, ég skal setja tengil á það. Hvítur eru þá að fórna drottningunni en ætti ekki að hafa nægilega bætur hróka mann fyrir drottninguna. En Donchenko fann líklega betri leið og líka hann mjög einföldur leik. Sjáu þið hann. Endilega reyna að leysa, geta alltaf að íta pásu. Hann leik hérna A6 og sjáum áttur riddarinn áeiginlega enga riti. Þetta er allt fráttekið hérna biskupnum. Þetta er valdað að drottningunni, þannig að hann getur eiginlega bara að fara á D4. Ef fara hann á D4, þá má bara drepa hérna á D4 og til dæmis og jafnvel með hrók. Af því að leiðu að drepa með peði, þá kemur drottning hér. Og við sjáum að þessi biskup stendur hans í leiðilega. Það er ekkert að verja smátinu. Og samhátt á hrókunum kemist í burtu, þá er biskupinu E2 einfaldlega fyrir. Við skulum kannski sína bara hérna, ef við dreifum með hrók og við dreifum með riddara og við ætlum að reyna, já, ok, þá er náttúrulega við manni undir hérna, jú, ok, höfum þetta svona, og dróninga 4 og hrókur eitthvað í burtu. Þá er þetta er mát enga síður. Samhátt á hrókunum komast yfir, biskupinu fyrir, þannig að þetta er mát. Þannig að eftir A6, ef dróningi kemst að 4 hérna, þá er þetta bara einfaldlega búið. Þannig já, snakkararleg hérna átjóðleika skák hjá Donchenko en hann átti nú eftir að lendi í vandræðum á móti íslensku skákmönnum, þannig að það var ekki auðvitað lífið hjá honum þessa helgina. Þetta sé nú skemmtilega skákmaður, var einmitt að tefla hérna á þriðjudagsæfingu hjá TR og teldi margar hraðskokir við gestagangandi hérna eftir á, þannig að þetta er svona skemmtilegu strákur. En já, þetta var snakkararleg skák og vonandi gefst tíminn til að kíkja okkar á fleiri. Takk fyrir áhorfið.